Hæ, þetta er Ragnheiður á Næringu Núvitund. Það sem ég langar að tala í dag er síðdegislen. Maður verður oft svona svolítið slampaður seinni partinn, maður er svona bara þreyttur og lúinn. En það getur verið að maður geti bjargað því með einföldum ráðum. Og sum þessar ráð eru svolítið svona forvörn og önnur er ráð sem þú getur bara notað strax. En við byrjum bara að fyrsta. Fyrsta ráð er að athuga hvort þú sért í rauninni bara svöng eða svangur. Og það getur það verið að þú sért bara þreytt af því að þú ert ekki búin að borða nóg yfir daginn. Og þetta er bæði svona forvarnar og eitthvað sem þú getur nýtt strax. Ef þú bara færðir að borða og veist það svolítið síðan að þú borðaðir þá getur þetta síðdegislen lagast. Það er nefnilega ofta að flýta okkur eitthvað, að við erum að drífa okkur heim og kannski að koma í búðinni og svo þarf að elda og svo þarf kannski að skutlast eitthvað og útrétta eitthvað og svo klukkan er 7 og við borðum klukkan 12. Það eru 7 klukkutímar. Og það er svolítið langa tími en maður fær sér ekkert að borða hana í millitíðinni fyrir líkamann. Þannig að það getur verið bara það að þið vanti orku úr mat. Og þá getur verið gott að fá sér eitthvað millibita. Þó maður sé svolítið svona bara að bíða eftir kvöldmatnum að maður fái sér það bara eitthvað lítið snarl, hvað sem það er bara einbrauðsni með áleggi eða einn ávöxt eða eitthvað svona sambland, hnetur eða eitthvað til að hjálpa sér. Þetta snýst svolítið að halda blóðsykrunum í þessum jöfnu sveiflum, ekki þannig að við förum hátt upp og hátt niður, þannig að kannski kók og súkkulaði kannski ekki fara að hjálpa okkur neitt sérstaklega. Það hjálpar okkur að við förum hátt upp og hressumst í smástund en svo fórum við bara hratt niður og verðum þá ennþá svona slappari og líður ekki kannski sérstaklega vel líka heldur. Þannig að fyrsta ráðið er bara að fá sér að borða. Þannig að það getur verið að þú hefur bara borðað klukkan 7, milli 7 og 8 og svo kannski hádeginu klukkan 12 og svo látir að líða svona langa tíma, kannski 7 tíma, þá ekki kvöldmatur og það er oft bara of langur tími. Þannig að fá sér að borða það getur verið gott og það hjálpar okkur aðeins upp úr svo síðdegissleni. Ráð númer 2 er að athuga hvort þú sért búin að drekka nóg. Ef þú ert að nóga vatni þá. Ef þú ert ekki búin að borða sérstaklega mikið, þá getur það er náttúrulega vökvi í matnum okkar alltaf, en þú getur alveg hafa gleymt í að drekka vatn og þá fáum við líka bara svolítið svona slen í augunum og huganum og hausnum og stundum gleymi að drekka vatn og svo gott næringarfræðingur sem gleymir að drekka vatn og þá fæst of svona hausverk seinnipartinn og þá getur 2 vatnsglös bara bjarga því að maður minnkar. Já, bara 2 vatnsglös gera það að verkum að ég bara verð góð aftur. Þannig að þetta getur verið eitt af þessu síðdegislen ástæðum. Þannig að þessi 2 atriði að borða. Og ég samt að borða þá segja sumir að ef maður fær sér millibita klukkan 10, að það hafi hjálpi manni með þetta síðdegislen. Þannig að þetta fer auðvitað eftir því, fólk þarf auðvitað að finna út hvað hentar þeim með hversu oft það þarf að borða og hversu reglulega til að líða vel og til að halda blóðsykrunum svona í eðlilegu jafnvægi. Þannig að þetta er þessi 2 ráð, að borða og drekka vatn. Þetta er mjög einfalt. Svolítið erfitt stundum að koma þessu við, en þannig er það nú bara. Og síðan er það 3. atriðið, það er öndun. Og stundum þyrftum við kannski að leggja okkur í korter eða gefa okkur tíma í slökun í korter, en stundum er það ekki tækifæri til þess. Að þá getur bara löng, djúp öndun gefið okkur svona hrest okkur aðeins við. Þannig að við leyfum okkur að anda djúpt að, fylla lunguna lofti, halda loftin inn í smá stund og anda rólega frá og anda aftur djúpt af, halda loftin inn í smá stund
frá. Og ef við endurtökum þetta nokkrum sinnum, þá fáum við smá súrefni í lungun og þá fer það aðeins upp í hausinn og höfðið og við hressumst oft aðeins við það bara að taka nokkra djúpa andardrætti, fá smá súrefni í lunguna aðeins að víkka út brjóstkassann og leyfa okkur að finna fyrir því hvernig okkur líður. Og það getur oft hjálpað til að létta á höfðinu. Og síðan önnur öndun sem heitir eldöndun sem getur hjálpað okkur og það náttúrulega ef þú ert með einhverja sjúkdóma sem hindra þig að gera þessa þá náttúrulega að finna einhverja aðra leiðir. En þetta öndun þar sem að við þrýstum loftinu út úr lungunum með magavöðunum og þannig að við þrýstum loftinu út nefið og svo þegar við sleppum magavöðunum að þá rauninni fyllast lungun aftur að lofti á þess að við gerum neitt, þurfum ekki að anda inn. Þannig að ef ég bara sýni aðeins, þá þetta svona, þú þrýstir loftinu út og svo þegar þú sleppir þá fyllast lungun aftur á lofti. Þannig að við gerum þetta svolítið snöggt. Þannig að stundum við maður með aðeins mikinn hugur til að geta gert þetta, þannig að þá erum við að nota langu djúpu öndunina. En við gerum, ég ætla að prófa, og þú getur prófað með mér ef þú treystir þig til, að prófa að gera tísunum. Og maður finnur það strax, maður getur þetta gert oftar og maður gerir þetta á sínum hraða. Stundum þetta hratt, stundum þetta hægt, sumir geta gert hraðar, aðrir geta gert hægar. Finnur þetta þinn hraða til að gera. En maður finnur það strax að maður hressist aðeins. Því að maður bara fær slatta af súrefni. Þannig að það getur verið góð leið en maður kemst ekki í það að fara í göngutúr eða gera eitthvað sem maður gerir að verkum og maður getur hrest sig við á annan hátt. Þannig að þetta eitthvað sem maður getur gert á einfaldan hátt og hjálpar manni. En ef þú hefur tíma í slökun, þá ég með slökun, ég skal setja tengilinn í kommentin fyrir neðan. Þannig að þá getur þú gefið tíma í 15 mínútur í slökun. Þannig að þetta eru mín ráðin sem að ég passa mig á að hafa fyrir mig og hjálpa mér hvað mest að koma í veg fyrir síðdegisleynið og hjálpa mér út úr því ef ég lendi þar. Gangi vel.